Jæja, gott fólk. Fyrst eru það nú bara veðurfregnir hérna af vegi Jakobs. Það var mjög gott þegar ég lagði af stað í morgun eins og þið sjáið kannski í vídeónu eftir. Fyrstu 9 kílómetrana var þurrt og bara gott gönguveður. Aðeins svona í kaldara lagi hérna, það er svona 8 til 10 gráður búnar að vera. Eftir 9 kílómetra þá byrjaði hann að rigna að hætti húsins, það var alveg bara helli demba. Þannig að það var ekki mikilt upp og ekki mjög margar myndir teknar, en samt einhverjar var ég nú að reyna að taka og einhver smá skot held ég. Ég stoppaði á fyrsta staðnum sem heitir Asofra. Þar fékk ég mér nýkreistan appelsínusafa og espresso. Svo ætlaði ég að stoppa á næsta stað sem var eftir einhver 8 kílómetra og ég náttúrulega eins og stundum áður hugsaði með mér að því það var sagt að væri fleiri en eitt stoppistaður í þessu þéttbýli og svo fann ég það ekkert, þannig að ég bara brunaði áfram og kláraði þessa 21 rúman kílómetr inn í Santo Domingo de la Calzada eins og svo margir aðrir og var alveg hundrennandi og þurfti að bíða eins eftir herberginu mínu, þannig að ég fekk mér eitthvað smá jógúrtnasl og eitthvað og svo er ég komin í þessa ljómandi fínu gistingu, fór svo út á hana þegar að styttu upp og fekk mér að borða. Þannig að þetta var svona dagur sem var ekki mjög mikið myndir en ég, á röltunum mínu áðan þá fór ég inn í kirkjuna þeirra hérna, hún er alveg stórkostleg, það verður ekki annað sagt. Mikil fengleg bygging og var svona byggð á sínum tíma líka hluti hennar og búið saman allt saman sem var spítali og þetta er safn líka, spítali fyrir pílagríma og já, þetta er semst safn og kirkja og bara stórkostlegt og ég lét mig hafa það að labba svo upp í turnin sem eru held ég einhverja 100 pluss trappur. Hvað gerir maður ekki þó maður sé gangandi allan daginn, en þetta var mjög magnað útsýni og gaman að sjá þetta. Og svo hef ég aðeins bara verið að rölta hérna bæinn, þannig að þetta var góður dagur, alls ekkert erfiður göngudagur, bara alltaf leiðilegt þegar kannski skygnið er ekki betra en það er, en heilt yfir bara ánað og það er svipuð vegalengd á morgun, einhverju 22 kílómetrar, þannig að ég bara hlakka til. Þannig að ég vona að þið njótið þess sem að þið sjáuð hérna á því sem að ég sett inn í vídeónu. Jæja, góðan daginn. Þá er ég lögðast af frá Nájera og er á leiðinni til Calzada og dagurinn í dag á að vera eitthvað kringum 21 kílómetr. Hann hefur nú greinilega rignt hér talsvert í nótt. Spurning hvenær hann skellur á aftur, það gerist samkvæmt spánum mjög fljótlega, en þangað til næst. Hér ætla ég nú að reyna að borða og með morgunkaffi ef eitthvað er opið sem ég vona svo sannarlega að sé. Þetta er bærinn Asorfa og er fyrsta stopp frá Nájera og næsta stopp eftir þessum er ekki fyrir en eftir 10-12 kílómetrar, þannig að það er vonandi að fáist eitthvað hér. Þetta er ekkert slorað staðfrekar.
Þetta er Dómkirkjan hérna í Santa Dominga de la Calzada. Þetta er ekkert smámannverki. Svo þetta er allt saman svona. Þetta er skemmtilegt. Haninn galar eins og kirkjuklukkur hringja. Hér eru bjöllur allar hringin. Ég ætla nú að vona að það fara ekki að hringja rétt á meðan að við erum hérna. Já, einhverja myndi finna smaður dálítið bilaður að vilja leggja á sig tröppuþrek hérna eftir að hafa gengið ríflega 20 kílómetra í dag. En ég er semst að fara hérna upp í turninn í kirkjunni hér hjá þeim í Santa Dominga de la Calzada og þetta er svakalega margar tröppur. En ég ætla að láta mig hafa það samt. Sýningur á eftir fyrir konu upp. En hér er allavega útsýni yfir bæinn. Og hætt að rigna, krakkar. Það er alltaf eitthvað í þessu. Ha. Þetta er nú alveg beautiful. Ég hef verið að segja það. Yfir hverju er maður nú að kvarta. Dásamlegt.